vinir mínir. Hæ, vitið ég í fyrsta skipti ein í strætó án foreldra, sko bara með bróðum mínum. Skjóða, hverjum ertu að veifa? Æ, bara vinum mínum. Já, auðvitað. Mikið ég heppin að hafa þig með mér svona fyrsta skipti ein í strætó án foreldra. Ég veit ekki hvað ég hefði gert án þín. Já, þú hefðir nú alveg örugglega spjarað þig. Þú ert svo sniðug. Já, en ég hefði örugglega aldrei náð strætó. Því ég vissi ekkert að maður ætti að bíða á sérstakri strætó stoppistöð. Nei, það er nú alveg rétt. Halló! Og ef ég hefði náð strætó, þá hefði ég örugglega stórslasað mig. Því ég vissi ekkert að maður ætti að sitja í sæti eða halda sér fast í. Hæ, vinir mínir! Það er nú bara mesta myndið þú hafi ekki stórslasað þig í fallinu. Já, og ef mér hefði tekist að sitja bara á rassinum, þá hefði ég örugglega aldrei komist út úr strætó. Því ég vissi ekkert stopptakkann. Halló! Hæ, vinir mínir! Halló, palló! Þetta bara ég, Skjóða, og hurðaskelli bróðir minn sem erum í strætó! Skjóða, þekkir allt þetta fólk svo ert að veifa? Já, þetta eru bara allt vinir mínir. Sumir eru orðnir vinir mínir og aðra á ég bara eftir að hitta og kynnast og þá verðum við vinir. Já, það er alltaf svo gaman að eignast nýja vini. Já, það eina sem maður þarf að gera... Hæ, ég heiti hurðaskellir. Hæ! Það eina sem maður þarf að gera til að eignast nýja vini er að segja hæ og kynna sig. Gettu hver býr inn í helli upp í fjöllunum. Já, gettu hver þar leikur sér með hinum tröllunum. Og hver það er sem alltaf léttir vinum hjálpar hönd. Og leiðindastæla hefur látið lönd og strönd. Hver er sú sem víst alltaf glöð á góðri stund. Já, hver er sú sem allir vilja fá á vinafund. Þekkir þú þá stelpu sem alltaf létt í lund. Og hún syngur dátt og dansar. Það hún Skjóða, oftast kölluð þessi góða. Hún elskar gestum heim að bjóða. Jólagrautinn fer að sjóða. Hún Skjóða. Hver er það sem foreldrunum svo góð og væn? Já, hver er það sem hleypur glöðum engin iðja græn? Tröllskessa sem fyllir þig af gleði endalaust. Já, vetur sem sumaroft og vor og líka haust. Koma jól, hún þrífur hellinn sinn í hólf og gólf. Þessi jól, hún bakar alein köku sortir 12 upp á stól. Hún skreytir tré og pússar klukkukólf. Samt hún gleymir ekki að njóta. Það hún Skjóða, oftast kölluð þessi góða. Hún elskar gestum heim að bjóða. Jólagrautinn fer að sjóða. Hún Skjóða, það hún Skjóða. Þessi klára stelp og fróða. Líka þau svo góð að kóða. Tröllastelpan kynnar rjóða. Hún Skjóða. Þarna þekki ég þig. Þarna er góða Skjóðan sem ég þekki svo vel. Já, sko ekki leiðindaskjóða. Og ekki frekjuskjóða. Nei. Og heldur ekki grenjuskjóða. Heldur bara skjóða. Já, en leiðindaskjóða? Já. Hei! Ég var bara að grínast. Hörðu, hvernig förum við út? Já. Nei, hún Skjóða okkar sko engin leiðindaskjóða, bara skjóða.
og hún hefur lært heilmikið á þessari strætóferð. Með strætónum hafa þau ferðast langa leið og eru nú komin miklu nær takmarkinu, sjálfum fjársjóðunum. Gaman í strætó. En hurðaskellir, hvenær heldur að ég fá eiginlega að fara í heimsókn til frænda okkar á Tenerife? Kannski bara næsta haust, eftir mörg ár. Hæ? Eftir mörg ár? Vá, hvað ég hlakka til! Mér langar svo að hitta frænda okkar á Tenerife. En hurðaskellir, þegar ég fer til Tenerife eftir mörg ár, heldurðu að þá gæti ég kannski séð kafbát? Á Tenerife? Já, af því þó að þú hafir ekki séð þá, leitaðurðu nógu mikið? Nei, sko ég held að sé alveg eitt af það á horninu. Á horninu á Tenerife? En geimflugar þá? Já, það eru yfirleitt hérna meðfram. En af hverju sást þú þetta á því? Krakkar, ég er með alveg frábæra spurningu dagsins. Mamma og Bjarga hann alveg sko, ég veit ekki hverju ég átt að svara. Þetta reddast. En svarið er þá þessu. Já, þið líka krakkar. Hvað heitir strætóbílstjórinn? Mamma, við vitum það ekkert. Heitir ekki bara strætóbílstjórinn? Nei, allir strætóbílstjórar heita eitthvað. Að vera strætóbílstjóri er bara vinnan þeirra. En þessi ákveðni strætóbílstjóri heitir hann... Nei, býtu mamma. Já. Sko, hvernig að krakkarnir að vita hvað strætóbílstjórinn heitir þegar við vitum það ekki einu sinni? Nei, þau hafa kannski bara aldrei hitt hann. Nei. Og við hittum hann og við vorum ekki búin að spyrja bara, kæra frú strætóbílstjóri, hvað heitir þú? Við spurðum það ekki. Nei, en ef krakkarnir hafa fylgst vel með þættinum, þá ættu þau að hafa tekið eftir því. Hvað meinarðu? Maður tekur ekkert eftir hvað einhver heitir. Það stendur ekki bara Skjóða mín, hlustaðu bara á spurninguna. Hvað heitir strætóbílstjórinn? Mamma, við vitum það ekki. Er það A. Grýla? Er það B. Píla? Er það C. Appelsína? Hvað? Eða er það D. Frændi ykkar á Tenerife? Er frændi okkar á Tenerife strætóbílstjóri? Nei, Var hann á Íslandi og var hann að keyra strætó? Já, sko, ég veit það þegar hann var úti. Jæja, þá er þetta bara komið gott í dag. Við þökkum kærlega fyrir okkur og sjáumst á morgun. En er það? Grýla! Já, segðu bless. Já, og hurðaskellir og leiðindaskjóða. Einmitt, já.